Já, velkomin að Rauða í eftirmyndina á föstudegi, næstu í mitt sumar, það sumarsólstöður á morgun, lengsti dagur dagsins framöndan. En við förum þá alltaf yfir fréttir vikunnar hérna í klukkan 4 á föstudum og fáum til þess góðan hóp af fólki og það á við í dag. Hérna Vigdís Halla Birgisdóttir, leikkona. Velkomin. Já, takk fyrir það. Og Valgerður Þ. Pálmadóttir, rannsóknarsérfræðingur í hugmyndasögu upp í Háskóla. Já, takk. Andrés Skúlason sem verkefnastjóri hjá Landvernd og Hafdís Helgadóttir, útvarpskona. Verðu öll velkomin. Takk fyrir. Herðu, hérna áðan, þegar ég var svona að hugsa þáttinn, þá var ég að hugsa að ég bara byrjuð eitthvað svona gúrka. Eitthvað í fréttum? Ég sendi ykkur svona alls konar lista, en ég verð að segja að það var frekar þunnur listi, sko. Stundum hefur verið með alveg bara tíbónstengur, bara stór fréttamál. En núna þetta eiginlega bara eins og snakk, sko. Sko tímanir hafa svolítið verið þannig að við höfum haft kannski óþægilega mikið af fréttaefnum. Eiginlega ómikið. Já. Bara heimurinn að farast. Sko, það er tilfinningin kannski sem að fólk fær, ég vona að sé kannski ekki alveg raunin, en maður getur alveg teiknað upp þá mynd kannski. Ég myndi samt segja að það væri kannski frekar lítil gúrka á meðan við dagatalið, sko. Þannig að því þingið er? Já, þingið er núna, við erum að fylgjast með stórum hlutum gerast út í heimi, því miður, og hægt að ræða þá fram og tilbaka. Já, það er svona hali eftir veturinn, myndi ég að segja. Já. Ég held að bara staðan í heimsmálunum sé þannig að hún hafi hýrt rosalega mikið frá umræðunni og dregið athyglinna frá málum hérna heima sem að hafa oft á tíðum þótt alveg þess virði að vera í fjölmiðlum. Þannig að ég held að Trump hafi tekið helviti mikið til sín. Þú ert í útvarpinu. Já. Gengur vel að bóka fólk og... Sko, maður finnur fyrir að fólk er aðeins fara á stað í frí. Það er alveg þannig. Það er gúrkan sem maður finnur fyrir. Það er kannski meira það, sko. Ég ætla að búa til svona kenningu, sem ég bjó til í Kanada. Sko, gúrkan, hérna, til dæmis gott veður býr til gúrku. Og ástæðan er svo að þegar við hittumst, þá þurfum við að tölum veðrið. Það þurfum við ekki minna fréttir. Jólin búa til gúrku af því að þegar við hittumst þá séu ertu búin að öllu og þá berst ekki fréttir í Eurovision ef Ísland vinnur í fótboltaleik þá kemur svona hóla og bara berast ekki fréttir á milli fólks. Nei, það er kannski að því að myndirðu kaupa þessa kenningu? Sko, jáfnvel, ég hef ekki hugsað þetta svona en hún er ekkert kannski verið en hver önnur. Þetta skiptir máli hvernig hluti berast samfélagið, sko. Og ef fólk að tala eitthvað svona á innsóinu yfir eitthvað? Já. Ég verður að viðurkenna, ég skellti smá upp úr þegar ég las skilabæðum svo þeir í gær að það væri gúrka því ég ég vildi óska, mér veist einhvern veginn, en kannski er það þetta sama, sko, þessi tilfinning bara að það hefur verið bara frá því í janúar, bara endalaust nýtt, endalaust eitthvað rugl og allt of mikið að frétta, bara þriðja heimsstyrjöldin, að maður bara sækist eftir bara smá rólegheitum og eins og núna bara það er náttúrulega ekki nema vika liðin síðan að Ísraelar réðust á eða hófu árásir á Íran og ég segi fyrir mig að maður bara búin að vera límdur við fréttamiðlana og fylgjast með gangi mála og bara alveg mjög mín, sko. Fór ég alveg hálfgerð þunglindi, sko. Og það sér í svona spjallþáttum, maður kíkir á svona á YouTube og svona, að þá það er náttúrulega ekki spurning hvort að sko þriðja heimsstyrjöldin sé að byrja, hún er byrjuð og svo halda menn bara áfram og tala bara eins og við séum komin inn í einhverja hringiðu. Alltaf hafa margir bent að það sést ekki þegar þú ert að hefja eitthvað svo leiðis, það sést eftir á, eða er hægt að skilgreina það eftir á. En svo er kannski spurningum líka hvernig þú vilt horfa það og sko sumir náttúrulega vilja meina að einhverju leyti að þetta tal að hún sé byrjuð afsaki síðan áframhaldandi einhvern veginn vígvæðingu og áherslu í þessa átt. Nú er hún byrjuð, þá er ekki alltaf hægt, þá bara þú veist að gefast svolítið upp sko fyrir því að það getur orðið friður, eða skilur við. En mér finnst þessi einhliða fréttamennska frá Vesturlöndum dálítið varasöm.
Það eiginlega bara varla hægt að sjá græna mun á erlendu fréttum hjá þessum 2 stærstu stöðum okkar. Og það er Gaza, Íran. Og þetta er náttúrulega bara vont að upplifa þetta, hvernig, ég meina, Ísrael ræðist núna inn í Íran, eins og þeir hafi ekki gert nóg af sér hingað til. Og Írani svara fyrir sig, þá það orðið miklu vera mál strax. Og það hlaupið einhvern veginn í vörn fyrir Ísrael bara strax og farið að segja frá hvað búið að gerast mikið þar, mannfall og hvað eina. Þannig að þetta er ekki nokkur einasta taktík í þessari fréttamennsku. Hún er svo hliðholl þessum vestrænu viðhorfum sem búið að planta, hægri viðhorfum sem búið að planta meðal þjóðarinnar, að það smitast út í fjölmiðla og við þurfum bara að éta það svona hrátt. Sko finnst þér að vera bara einkennandi fyrir íslenska fjölmiðla? Mjög. Það er svo líka, sko, kemur hinn hliðin mjög þung á fólk sem er að vinna í fjölmiðlum og því er einhvern veginn haldið fram að við séum mjög hliðhöll öllum vinstri sjónarmiðum og við séum að fer svolítið mikið eftir. Það er einhvern veginn, er einhver leið að, sko, Gera öllu til hæfis? Nei, ég meina, þú veist, ertu ekki kannski að flytja einhvers konar svona sangjarnan fréttaflutning ef að báðar hliðar eru reiður úti á sama tíma? Já, þetta er ekki beint báðar hliðar. Ég meina, ríkisfjölmiðlinn og hinn, ríkisfjölmiðlir er allavega almanna útvarp á að tala út frá því. Það að megi ekki segja þjóðarmorð, fréttamenn megi ekki segja þjóðarmorð þegar að hverjum var það ljóst fyrir heilu ári síðan og meira. Og Sameinuðu þjóðirnar kalla á það endalaust. Hvað er það að mega ekki segja hlutin eins og þeir eru? Ég kannast ekki við að það hafi verið bannað, allavega ekki á RÚV. Þetta ekki eftir að svo er sagt að því að það verið að hanga svona í hugtökum, þá var alltaf sagt allsherjar innrás Rússa í Úkraínu, sem er svona hugtak, sko, með NATO-hugtak, sko. Já. Þú veist aftur lægi, þetta er allsherjar innrás, en daglegu tali ef maður myndi bara vilja tala svona leigubílstjóri, sko, sem er svona gott sem fyrir fjölmiðlamenn að tala bara almennt mál, þá er það alltaf bara innrás. Allsherjar innrás merkir ekki neitt, sko, nema í einhverju diplómatísku tali, sko. Það var náttúrulega gerð skýrsla sem að ég kann ekki alveg skila á hverju stóð að baki henni, en ég sá hana birtar niðurstöður úr henni á Facebook. Það sem að var verið að BBC var tekið í gegn, skoðaður fréttaflutningur og það er greinilega gríðarlegur munur á hvernig fjallað er Ísrael og Palestínumenn annars vegar og bara lýsingarorðin eins og þú nefnir sem eru notuð og til þess að annarkvort að minnka eða auka. Já, og það er alveg, sko, ég get alveg tekið undir það að hugtökin sem að bara er einhvern veginn tamt að nota og sem að hafa verið notum, maður setur spurningamerki við hvers vegna orðum við hlutina svona í kringum ákveðna skiluru eftir hver á í hlut og hvers vegna svona, það er auðvitað umræða sem að, og sandin sem að þarf að eiga sér stað. En að því að RÚV hefði ekki sagt að þá hafa með komist lengst með að segja að það bendi allt til að þjóðarmorð sé að ræða þegar það er auðvitað bara staðreynd og liggur í augum uppi allra. Og meðan með segja það ekki beint. Og ég tek undir það. Meðan með segja það ekki beint, þá verður þetta svona hálfkveðin vísa. Herðu, því ég var að tala gúrkuna, þá var það því ég fór inn á RÚV og það er kannski ekki svona mest lesið, þetta er svona verið að beina mér að einhverju. Aðrir er að lesa, telur sér vita nákvæmlega hver dularfulli rithöfundurinn er. Já. Viðhaldsfrekur sendiherrabústaður Víku fyrir nýrri og dýrar íbúð. Svo fer ég yfir á Vísi, mest lesið. Kalli Snæ biðst afsökunar. Bílstjóri ráðherra lagði ríkið. Já. Svo náttúrulega kemur hann með, sko, bara... Þetta er alltaf svo, sama hvað er að frétta. Það eru alltaf fréttinar sem já, maður kannski veit ekki eins og hvað snúast sem eru mest lesnar, eða ekki? Það eru fyrirsagnir sem að hafa... Ég ítti á ekkert að þessu. Nú, ok. Nei. En svo, sko, þegar eitthvað er mikið lesið, þá fer ósvöldar oft einhvern veginn fleira fólk þar inn, eða ekki? Það er reyndar ein rosalega fyrirsögn í Vísi sem er Jón Þröst sem að hvarf í Dyflinni fyrir kvöld. Tilgáta að launmorðingi hafi farið mannavillt þegar Jón Þröstur hvarf. Já. Þetta er náttúrulega ótrúlega dramatískt. Mjög dramatískt. En svolítið spennandi að
að maður sé loksins að fara að fá kannski eitthvað svör. Þetta búið að vera allt svo dularfullt. Já, þetta kom fram í hlaðvarpinu sem að Anna Marsí vann ásamt fréttamanni á nú man ég ekki hvað stöðin heitir úti sko. Þetta var svona samstarfsverkefni og þar kom þetta fram að þau teldu þetta hafa gerst sko, mögulega. En svo var þetta í einhverju viðtali þannig úti núna og vekur athygli. En þessi 35 á leiðinni yfirheyrslu, það forvinnlegt hvort að það leiði eitthvað í ljós. Það eru duglega að fylgja þess eftir ættingjar og vinnir sko. Það alveg aðdánaverð sko. Þegar ég með svona spjall eins og viku og svo ég að tala fréttir þá veldi ég oft fyrir mér sko af þessum máli sem í gangi og jafnvel sko Ísrael, Íran, þá það svona mál sem að fylla bókasöfnin okkar, eru leikritin sem við höfum hafið sem það svona, þú í leikhúsi, þetta getur orðið leikrit sko og bíómynd. Bara 100%. Já, og líka eins og mál sem er eiginlega ómögulegt að tala eins og þarna faðir og dóttir myrt á Edison Hotel. Já, það verður eitthvað svakalegt. Og eiginkonan og móðirinn í haldi með stungusár. Þetta svo dularfullt að svona undir venjulegu kringumstæðum það væri veina mest að þannig þetta, því það eiginlega ekkert stærra heldur en svona morð. Og kannski sérstaklega einhverja svona, já, það eitthvað dularfullt og fjölskyldu harmleikur og fólk hefur náttúrulega kannski hefum oft áhuga á bara lífslaupi fólk svo að það er óvenjulegt á einhvern hátt og einhvern veginn einstaklingssögum, held ég. Og þetta er eitthvað sem hægt að týna sér í. En eins og það er svolítið erfitt að tala þetta sko. Það er ómögulegt að vita þessu, þetta er miss. Það getur að vita á pólitík og eitthvað svona, það er ekki að vita. Og það er kannski bara svolítið ósmekklegt, eða ekki? Svona þú veist að fara að reyna að kryfja það sérstaklega þegar það er ný skeð, er það ekki málega? Fólk vill ekki vera að smjatta á einhverju svona harmleik, sko, eða þú veist, ég veit það ekki. Og það kannski stoppar fólk. En samt munið ekki þegar þið heyrðuð af þessu máli á Edison. Það maður bara setti hljóðan, sko, þetta hefur rosalega áhrif á mann. En ég er ekki að tala að sko, þjóðamorð hafið það ekki, sumir eru bara að bugast undan því. Ég tek undir með það er náttúrulega erfitt að vera ræðið í svona þætti þegar ekki öll kurl eru komin til Karafar og ég menna ránið af manninum hérna í Ölfusvi sem var svo skilin eftir í blóður sínum. Þetta er svona eitthvað sem svör hafa ekki fengist við, nýfa árásin upp í Úlfarsárdal. Þetta helst núna, talandi RÚV, að fjalla fiðluleikara sem hvarf. Sem svona... Svo var annað svona mál, mun ekki eftir því að, ég held að það verið í tengslu við morðið sem er líklega morð, á Edison. Það var sagt að þetta væri sko 5. og 7. morðið á þessu ári. Það er búið að draga eitt þeirra tilbaka sem að gerðist eitthvað í botninu á okkurum tröppum. Stórfell líka sáðan, skilur ljósa það var bara ekki. Maðurinn hafði bara fallið niður tröppunar. Já. En þetta er auðvitað skuggaleg þróun, þetta er ekkert sem að mann líst vel á, sko, fjöldin. Nei, það voru ekki 8 sem voru myrtir í fyrra. Jú, ofbeldi. Og komið 5 núna þessu ári, þetta er hryllingur, sko. Já. Bara skellilegt. Mér finnst þetta er bara skellilegt, segi ég. Mér finnst rosa erfitt að fylgjast með fréttum upp á síkastegi. Ég finn að ég er búin að draga alveg verulega mikið úr því á þessu ári, sem er náttúrulega alveg hræðilegt af því mann langar auðvitað að vera upplýstur og vita hvað er í gangi í samfélagunum, eða samfélaginu okkar og úti. En guð mig góður, ég geti þetta ekki, sko. Ég er alveg bara, maður er að drukkna, sko. Og það er einhvern veginn eins og að sé allt að, alls þar, þú veist, og það er svo mikið vantraust og til allra og einmitt bara það, ég var alveg bara stressu að koma eitthvað, sko, í vikunni, ég var bara, hvernig dattir í hug að vera, af hverju ég sko, og eitthvað svona einmitt búin að vera að reyna skoði í vikunni og ég var sammála verið að taka undir það sem þú ert fullur á þeirra sem bara get ekki hort á fréttum. Já, ég bara verið að taka það á mig í dag. Nei, auðvitað fylgist ég með fréttum, skilur, en það er ekki eins mikið og
þú veist, venjulega eða ætti að vera. Ég fann bara ég verð að segja bara með Palestínu að ég bara gat ekki, þú veist, þetta var bara búið að hertaka einhvern veginn allt. En já, bara, þú veist, þetta svakaleg þróun með, nú ég tala bara um okkar samfélag heima. Og því þú varst að tala áðan að þetta vantraust á fjölmiðlana og að maður finni það koma frá báðum áttum, frá hægrinu og frá vinstrinu. Og mér finnst svo sorgleg þróun með okkar samfélag, íslenska samfélag, að við séum að verða svona ótrúlega, og ég veit ekki hvort þetta hafi bara alltaf verið svona og ég bara fullorðnast og þess vegna geta séð þetta betur, en að við séum að verða líkar og líkari, þú veist, Ameríku, í bara að það er engin milli, það er ekki þetta að ræða saman og vera ósammála en geta samt bara tala saman, að ég skiljaði mig. Mér finnst það alveg agalegt. Og það bara ótrúlega erfitt að eiga samskipti margt fólk, þú veist. Já, maður sér það einmitt líka á bara þjóðfélagsumræðunni sem fer fram á samfélagsmiðlum að bara það er rosalega mikil reiði og bara polarisering og já. Eins og enginn vilji kynna sér málið, eins og valkostinni séu að þú eru bara að taka afstöðu í hverju liðin ætlar að vera. Og þú ert bara að koma að málunum þannig. Finnst það ekki stundum? Það er engin formið að vita hvað er málið, sko. Svo vilja við finna þessar einföldu lausnir hvar vandinn liggur og það til dæmis, hann felst til dæmis í því að talandi um árásir og ofbeldi og annað, þá hafa menn dottið í þá gryfju að tengja það mjög sterkt við innflytjendur. Og það fjallað öðruvísi þau mál heldur en þegar Íslendingar eigi hlut. Talandi atviki sem ég var að tala hérna áðan, ég hef ekki séð. Ég benda á að þar við ekki betur en að voru 4 eða 5 ungmenni sem áttu hluta máli. Það eru pyntingar, það er morð og það fær tiltölulega lítið rými. Meðan að önnur mál sem að tengjast innflytjendum fá miklu meiri þunga og þá byrjar þessi polarisering að bara úr landi með þetta. Eins og því miður þá finnst mér bera mikið af samfélagsmiðlum og sem náttúrulega alveg skelfilegt, sko. Já, það náttúrulega eitt sem kom kannski ekki mikið í fréttir en það var svona svolítið áberandi í bara, þjóðfélagsumræðinni annars. Það sé svona umræða íslenska fánan og hvort að hann sé, hvað hann tákni og fyrir hverja og mörgum sem blöskraði að sjá, þar meðal mér líka. Maður fekk svona óþæginda tilfinningu að sjá myndir af þessum mótmælum á Austurvelli, Ísland þvert á flokka eða hvað það var kallað og bara, maður fekk svona mikla óþæginda tilfinningu bara, bara þjóðernishyggja og bara nasískar, bara, ég hugsaði bara nýnasismi og öll einhvern veginn orðræðan og þessi, hvað heitir hann? Dub Club, gaurinn þarna. Brynjar, já. Og svo... Tengdarsson Bjarnamenn. Já, nákvæmlega, og bara þetta ógnalegt, en svo þessi umræði mitt fyrir hvað stendur íslenski fáninn, hver má nota hann, auðvitað þetta, ég bjó lengi í Svíþjóð og það var náttúrulega, sko, á hinum Norrlöndunum hafa náttúrulega verið og voru, óðu uppi, dálítið mikið svona nýnasískar hreyfingar alveg frá bara í upphafi 10. áratugarins og þjóðfánarnir og eins og í Svíþjóð að það var svona, það þykir svona dálítið svona svolítið svona þjóðrembingslegt og eiginlega svona, þú veist, að vera eitthvað alltaf að flagga sænska fánanum eða þú ert með sænska fánan kannski út frá svölunum þínum eða eitthvað svoleiðis, þá það alveg svona, það vekur ykkur svona hugrenningartengsl, sko, en það hefur kannski ekki verið beint hér. En það hefur fólk ekki verið kannski það mikið að flagga, ég veit það ekki. Nei. En maður fekk svona... Mér finnst, Danir notaðu fánan miklu meira, heldur við. Já. Eru með hann allstaðar. Já. Og ég svo gamall að ég held ég að verið í Lundi fyrir svona 45 árum. Þá kom mér óvart á sunnudögum að þá var flaggað allstaðar. Og þeir mættu sko út á aðaltorgi sko í fánalitunum sko. Og í svona bláum og gulum bólum og...
Og líka í Noregi er þetta rosa gaman að vera 17. maí í Noregi. Þá kom allir bara í þjóðbúningum. En það er reyndar héraðsbúningar. En auðvitað getur við í sjálfu sem misnota allt, sko. Og ef mann ætla að fara, sko, pakka fánunum hún í skúffu og þóra ekki að draga hann upp út af því að vera hræðslu við að vera kallaður einhverju þjóðnispopulísmi, þá veit ég ekki hvert við erum komin. Það voru samingi, ef þú ferð á svona fund. Ég fór í fjallgöngu í gær, ég ætla bara að segja ykkur frá því. Það voru til margra. Þetta íslenska fánan á toppinn. Íslenski fánan er nefnilega með, ekkert í fullri stærð, en hann er með að því að við erum að verja föðurlandi gegn innrás, ákveðinni innrás. Það er ekki þjóðnispopulísmi. Við erum að fá fólk til að hugsa náttúrun okkar og umhverfi og við þurfum að passa hana. Og hvað meira er viðeigandi en íslenski fánin við slíkar aðgerðir? Ekki neitt meira. Sko við vorum með fánasérfræðing hjá okkur í morgunútvarpinu í vikunni og hann talaði það að Íslendingar þyrfti bara að vera duglegri að nota íslenska fánan við helst sem flest tilefni tilengar sér en eins og þú ert að tala í sínum einhvern veginn svona gefa honum þá merkingu sem að fólk sjálft velur og þá einhvern veginn ef allir er að gera það og flagga á afmælinu sínu eða í nafni náttúruverndar eða sameiningar eða hvaða vill þá flytist þetta mögulega út og þá eigum við hann meira öll saman, ég veit það ekki. Það er ekki Þjórsárverum þar sem að fánarnir voru stungnir niður? Og sögt. Já. En hann er mitt talaði líka að, Hann Páll, Guðmundur Páll, hann plantaði þessu niður í Herðu, en fundurinn sem að þú varst að vísa til, það sem að rapparinn var, það var fyrir 3 vikum. En svo var á síðastliðin laugardag, þá var fundur og það voru miklu færri sem mættu þá. Varstu glöð? Já, ég var alveg. Ég var nú alveg glöð. Það hefði verið rosalegt að það hefði verið 3 sinnum fleiri. Já, alveg, algjörlega. Það er það er eitthvað mjög ókvæðilegt við þessa umræðu sem er í gangi, finnst mér. Og eins bara hatursfull umræða gagnvart leigubílstjórum af erlendu bergi brotnir og bara innflytjendur og hælisleitendur og mér finnst þetta bara, þetta er einhvern veginn, það er verið að leita einhverjum blóraböggli og á sama tíma þá er einhvern veginn alltaf verið að tala um þessa innviði og við erum með það er verið að hækka veiðigjöld fá inn meiri pening í ríkiskassan og þá getum við byggt upp innviði kemur ekki hælisleitendum við þetta er bara svo þetta er svo klassískt og þetta er svo mikið leiðunda lágkúru umræða finnst mér En er ekki eiginlega næstu allir flokkarnir einhvern veginn til að taka þátt í því? Hækka veiðigjalda? Nei, svona gjaldavaru eða kannski við ferðum á langt í móttöku flóttamanna og auðvitað verðum við að hugsa þetta skynsemi, segir samfélkingin og þannig að þetta verður að búið að breiðast yfir bara pólitíska sviðið. Ég held þetta njóti ekki svona stuðnings meðal alls almennings, ég held ekki. Þeir flokkar sem að voru að tala mest fyrir þennan hóp eru auðvitað farnir út af þingi í rauninni kannski. VG og Píratar. Já. Eða þú veist, maður er allavega þannig blasir það eiginlega við, En sjálfur sem finnst mér ekkit athugavert að það sé skannað aðeins betur á landamærum, nú snerur við mótvæðalagenginu daginn, til dæmis. Ef að það er niðurstaða að kunna vera stórhættulega menn á ferðinni þá hljóta að vera einhver mörk sem við getum og megum grípa inn í. Og einhverju svona alþjóða glæpaklíkur eða eitthvað sem að getur verið á ferðinni. Ég meina, það með þurfa að beita skynsemi í þessu. En það er ein statistik sem að er skemmtilegt að höra með varandi innflytjendur. Það er verið að tala um að þeir séu að setjast upp á þjóðina og séu bara afætur. En þegar ef við tölum atvinnuþátttöku, þá gefur Hagstofan það upp að hlutfall innflytjenda á vinnumarkaði er 87%. En hvað held ég að segja meðal Íslendinga? Hvað er 87? 87, það er þessi hátt. Já. Íslendingar, ég myndi segja 78%.
Það er 83. En ég meina... Það er samt lægra. Ég meina það er lægra. Og þetta kemur við fólk þegar maður segir þetta. Vegna þess að sko dæmið ekki einn eða tvo einstaklinga eða örfá fleiri út frá öllum hinum 99% nánast sem að koma hérna af bara heilum hug og til að fá sér vinnu. Þetta kemur illa vísbendingar sjálfar. En Vigdís, ég heyrt fleiri segja þetta saman þú og sé bara, ég eiginlega bara get ekki hort á fréttir lengur og ég velt einu fyrir mér. Ég held að segja Nietzsche sem að segir eitthvað neini þá hún að sá sem að veit hvers vegna þolir hvað sem hvernig. Náðu þessu? Já, hvað með þetta? Hvað með þetta aftur? Sá sem veit hvers vegna þolir hvað sem hvernig. Já, ok. Já, þannig ef við vitum sko af hverju eitthvað að þá getum við þolað meiri sársauka, erfiðleika, óróleika, óvissu. Já, en ég held að málið sé. Kenningin er þessi svo. Það sem er að í kvöldfréttunum er að það er bara bombartir á þig atburðum og svona einhverjum hryllingi en þú veist, það er ekkert samhengi í þessu. Bara blöðin og fjölmiðlarnir eru bara hættir að koma með sko samhengi hlutana. Þannig að við sitjum eftir og bara einhverjir hörmungarviðburðir og hörmungarviðburðir en það er ekkert verið að tala um það sko hverju þetta geti sko í hvað samhengi þetta er og ég til dæmis hringi stundum í Katsi O'Day sem er Palestínu Íslendingur sem er núna út í Jerúsalem. Og þóttu hans þjóð sé að gangi gegnum alveg stórkostlega hrylling. En þá eru sko sjónarmið sem hann er að tala að þá finnst mann allt í einu komið vit í þetta einhvern veginn. Þú veist, þetta er skiljanlegt. Af hverju þolir fólk þetta? Af hverju þolir fólk taumlausa ofbeldi og hrylling? Og það, þú veist, ég ekki að segja að það sé eitthvað lausn í þessu, en það er svona eitthvað svona samhengi hlutana sem ég held að við fjölmiðlafólki verðum að taka til okkar. En það verður að vera eitthvað samhengi, þú getur ekki bara verið að bara bombardera á hlustendur og lesendur bara einhverju hryllingi og það, þú veist, fólk er engu nær. Kannski þarf bara meira rými, meiri tíma, ég veit það ekki, minni hraða. Já, ég bara sammála þessu sko, að einhverjum hluta. Ég held að það sé líka bara, þú veist, ég fór að hugsa bara ég er svo mikið að upplýstur mér sem bara en ég fór að hugsa sko, þú veist, bara bara manneskjuna, bara fyrir, þú veist, fyrir þúsundum ára, já, og hvað við vorum að hugsa þá og hvernig svona, hvað heilin okkur gerður fyrir að hugsa og ég held í alvörunni að heilin minn þó að árið sé 2025 sé ekki gerður til að taka afstöðu og vita hvað er í gangi í skrilljón mismunandi málum í hverju einustu viku. Sem finnst þér að verið að rukkað það? Sko, ég til dæmis, sko, ég veit ekki, ég held að ég sé að verða meira manneskja sem að þarf ekki að taka afstöðu í öllu. Finnst þér að Trump sé að brjóta niður lýðræði í Bandaríkjunum? Já. Ég ætla að reyna að fá að taka afstöðu það. Hún er skýr. En já, þú veist, bara málefni sem að sko... Af hverju heldur að börnunum okkur líði illa og það er orðið meiri vopnaburður meðal ungmenna og meiri geðlífi en notkun? Ég held að það sé bara rosa margslætt, sko, margslætt, það er nú ekki orð. En jú, það er bara mjög flókið. Ég er eiginlega komast að því að þú ert ekkert svo ákveðin í þessu að ætla ekki að taka afstöðu. Nei, ég tek alveg afstöðu í stórum málum og veit alveg, ég er ekki alveg hálfviti, skilur. En það er svolítið góð punktur að því að núna í dag þegar ég var svona eitthvað að lesa við fréttirnar og undirbúa mig og svona já, hvað finnst mér málþóf? Hvað á mér að finnast? Nei, ég veit ekki, ég hef ekkert svakalega mikla skoðun á þessu máli. Já, einmitt, þegar að sömu flokkar, það fer eftir í hvort þú sért í stjórn eða stjórnarandstöðu, hvort þeir finnst þetta að vera ólýðræðislegt eða lýðræðislegt. En síðan ef við myndum tala saman núna í kortur þetta, að þá myndi ég labba út og ég myndi vera bara og þú verður að segja mér hvað þetta væri fáránlegt eða eitthvað. Þá myndi ég labba út og ég væri bara, hvað er í gangi? Þú er svona selig. Já, ég er það. Það er auðvelt að... En ég er mjög skýra afstöðu hvað málþófinu. Ég er slekk. Já.
Nú? Ég get ekki hlustað á þetta. En þú hefur ekki vald til að slaka á Alþingi sem heldur áfram á þessum nótum. Það verður bara að vera, mér alveg saman að þetta tali sko fram í Vesturmelgi, mér alveg hjartanlega saman. Ég hef engar áhyggjur af þessum mönnum. Nei. Það er kannski ástæðulaust að hafa þær. En þið kannast við þess að við erum þetta náttúrulega rétt sko, við erum ekki gerð fyrir. Nei, þetta er kannski það sem við köllum í daglegu tali upplýsingaóreiðu, þegar að fólk bara fær þessa dembu af upplýsingum yfir sig og það veit raunverulega ekkert, fær svo mörg mismunandi skilaboð, það veit eiginlega ekki hvar það á að grípa boltan eða byrja og þegar við heyrum þetta frá ráðamönnum líka þá er það kannski ekki nema að vona fólk tvistir í stoltið sko. En það sem mér finnst sko, það er líka sko, það er búið að færa einhvern veginn normið svo mikið til að fólk sætti sig við alveg ótrúlegustu hluti núna sem hefði aldrei sætt sig við þó ekki nema séu nokkur ár lítið tilbaka. Ég til dæmis var snarkreiður daginn því ég var að keyra í vinnuna þegar ég sá herskip niður í Sundahöfn. Þetta er sko borgarleg höfn. Þetta hefði ekki þótt í lagi fyrir bara 2 árum síðan. Og þeir voru svo stoltir og þeir voru svo meðvitaður að þeir þyrftu að láta vita af sér að þeir flögguðu sko íslenska fánanum í toppstykkinu. Það áttu allir borgarbúar að vera meðvitaður að þeir væru þarna. Ég er bara einn af þeir sem að kæri mig bara ekkert þeir hafa ekkert erindi hérna. Og ég færði nú á Facebook mín að þeir væri nær að fara og flytja hjálpargögn til þeirra sem að þeir bæru ábyrgð á þetta niður á Gaza. En sjáum við ekki reglulega, ekki að ég sé fylgjandi því sko, en sjáum við ekki reglulega herskip einmitt við landið og það er partur af allum svona æfingum og það eru kafbátar í kringum landið stöðugt. Þeir fengu að koma upp í Helguvíkum tíma og en þessi skip, þessi tegund á bara þá koma henni bara fyrir upp í Hvalfirði eitthvað. Ekki verið að stilla þessu upp til þess að minna á hvað að vera að búa til einhverja svona nálað við og þetta eiga að vera vendarar okkar sem hafa nú ekki verið til dags þegar við þurfum að halda. En mér finnst þetta bara ógnandi og við sem friðarskandi þjóð eigum ekki að þurfa að hafa þetta fyrir framan augun á okkur. Bara allra síst. Ég meina það vera sko fyrir utan það þá að ég er búin að gekk aðeins lengra á kannaði þeir borga ekki einu sinni hafnagjöld hérna. Þeir eru undanþegnir því þannig að ekki Faxaflóa hafnar að græða á þessu. Það þarf að girða af stór svæði. Það gera hafnarstarfsmenn og á launum. Og þetta ábreykt heima þetta. Það geta bara verið út í hafsöga sko. Og leikið sér þar. Með dótið sitt. Sko inn á, þú veist, ekki þetta en bara upplýsingaóreiðuna, sko fjölmiðla þreytuna, frétta þreytuna, ég held við finnum þetta öll. Ég þarf oft að pína mig til þess að kveikja fréttum sjálf, til að undirbúa mig bara fyrir mína vinnu og fleira. En ég held að sé svo rosalega eðlilegt af því að þetta eru svo yfirþyrmandi fréttir, dag eftir dag eftir dag. Og það er ekki endilega, fólk vill alltaf vera reitt út í fréttaflutning og að sjálfsögum að setja út á hann. Og ég bara geri það líka í huganum, skilurðu, alls konar fréttaflutning utan að úr heimi og hér heima og svo gerist ég örugglega segum líka slæman fréttaflutning eitthvað tíman. En ég held samt sko að við verðum ósjálfrátt reið út í fréttinar af því að þetta eru svo hræðilega fréttir og við erum alltaf, eða þú veist, þetta er einhvern veginn sko hryllingurinn sem að blasir við okkur, ekki bara í fréttunum heldur í símónum okkar, hvar sem við ef við ætlum að slappa af, kveikjum á símónum okkar, við sjáum þetta þar. En málið er líka Ingibjörg Dögg skrifaði rosa góðan leiðara þar síðasta föstudag í Heimildina held ég. Þar sem hún var að tala sko hvernig þetta tekst á þessi svona kannski vestræna tilhneiging til þess að hafa lágan þröskuld fyrir óþægindum eða vanlíðan eða þú veist vera hrædd okkar eigin geðheilsu einhvern veginn og taugakerfi og allt það sem að það þolir á móti sko hörmungunum sem eiga sér stað og síðan ábyrgð okkar af því að við auðvitað berum líka ábyrgð við erum partur af þessum heimi og við erum partur af ákveðinni alheims pólitík sem að
sem að veldur þessu að einhverju leyti. En þetta er allt Það er raunverulegt að þjóðarmorðið á Gaza kallar á okkur bara sem íbúa þessari jörð. Við erum að taka afstöðu. Já, og svo lokum við okkur af því að þetta er svo erfitt og við bara viljum vera til staðar fyrir börnin okkar, við viljum vera til staðar í vinnun okkar, við viljum vera einhvern veginn bara hlúa að okkur, en þá auðvitað verður pressan minni á önnur öfl að hérna... En það er eitt sem er mjög grípið fram fyrir, það er þetta með friðarbóðskapinn sem er búið að setja hún í skúfu. Ég er bara þar og ég held að við vitum öll einst inni að þessi stóru mál verða aldrei leyst af endanum nema með einhvers konar friði. Þannig að við förum náttúrulega fram að hengifluginu og við ætlum að halda áfram með þessari braut. En þegar við fara að tala til manns eins og maður segir einhver smákrakki þegar maður talar friðarbóðskapinn og í alvörunni, þetta er staðreynd ef maður fyrir að tala að það verði við vorum boðbæra friðar hérna bara fyrir örfáum árum síðan. Allt í einu erum við fann að kaupa eins og við vitum af því bara í villi vekk margfalda upphæði til stríðsreksturs og kaupa skotvopn. Og ef maður segir eitthvað annað þá maður bara þá hefur maður engan skilning á því hvað sé í gangi og maður sé að tala bara eins og smápað. Já, jafnvel það. Og ef menn eru búin að fjarlægast friðarhugsjónina sjálfa, hvert erum við þá komin? Þetta er nú verið vita lengi að það er auðvelt að vera friðarsinni á friðartímum. En það er svolítið erfitt að vera friðarsinni á stríðstímum. Einhver orðaði þannig að þetta verið svona svipað að vera vegan á milli máltíða. Það er ekki mál. En vantar agressjónina í frið elskandi fólk. En það er samt þannig að þegar það eru svona, það eru ófriðartímar, að þá náttúrulega vex líka friðarhreyfingum Fiskurinn-hrygg og það er alveg, það sjáum við svona í sögulegu samhengi og friðarmál, já, við sjáum hérna alveg bara það eru mótmæli bara reglulega gegn Ísrael og stríðsrekstri þeirra í Palestínu og á Gaza og það er bara ótrúlegt að sjá hvað er mikið af fólki sem að tekur þátt og það er bara, en samt upplifum við sem vannmátt einmitt og það er svona eins og þetta svona, það sem að þú ert að segja og þið líka bara að maður veigra sér við að horfa fréttir af því að þetta er svo mikill hryllingur og maður kannski, ef maður lesir eitthvað til, maður svona, já, ok, maður fær eitthvað skilning kannski, skila einhver leiti af hverju, en samt ekki. Stundum er maður bara, þú veist, bæði það að maður fyrir að mótmæli hérna viku eftir viku og maður finnst maður ekki hafa neina áhrif og svo líka það maður að tilfinningunum bara, þú veist, þetta er bara absúrt. Hvað er í gangi? Er þessir kallar Putin og Netanyahu og Trump og allir þessir guttar, þú veist, eru þeir bara nýhilistar? Ég var að tala með vinkonum mínar í gær, við fórum út til að fagna kvenréttindadeginum og bara, þú veist, við vorum að mynda að ræða þetta, er bara, já, er þeir bara einhvern veginn að skemma, er þetta eitthvað svona viðbjóðslegur nýhilismi, bara heimurinn er að brenna, við vitum það, við erum að eyðileggja jörðina. Er þetta ekki eitthvað svona gamlir draumar, þetta er allt kallar og sama aldrei eitthvað neginn? Ég veit það ekki, sem eru bara að rústa heiminum. Þú veist, ég bara velti í alvegni fyrir mér, er þetta eitthvað svona, þú veist, þú hlýtur að hafa þurft að hafa gengið með þetta í maganum svo lengi sko til þess að hafa þetta eitthvað neginn, bara geta valdið svona hryllingi sko. Það heyrði stundum hjá Steve Bannon, sem að hann er svo mælskur sko að það er hægt að hlusta á hann, það er hægt að hlusta á Trump. Hann talar einmitt svona eins og þessi kerfi eru bara ónýtt, eru bara að brjóta þau og það hlýtur eitthvað betra að koma út úr þeim. Og það er bara alveg rosalegt að hlusta á hann hvað hann er til í að ganga langt í þessu leiti. Einhverjir eru með þessar hugmyndir. Það er hægt að hlusta á konungsinnar í Kísildal, þannig plöggi rúf áfram. Þau að fara vel yfir þetta, Lóa Björk og Kristján. Því að þú ert sérfræðingur í hugmyndasögu, þá man ég það fyrir svona kannski ár eða svona einhvern tímann. Nei, kannski fyrir svona fyrra árinu.
út af þessum mótmælum gegn þjóðamorðinu og það var rísu upp. Að þetta væri kannski svona, hefði svipuð áhrif á hugmyndaheim okkar og Víetnamstríðið hefði haft. Já. Það væri komið bara rísun upp höfnun, mikið til hjá ungu fólki. Já. Men nú finnst mér þetta ekki svona síðustu mánuði svona. Finnst þér, já, það hefði dregið úr? Já, einhvern veginn. Já. Ég hefði verið til að taka undir þetta fyrir nokkrum mánuðum, en núna er ég svona bara, ég veit ekki alveg. Kannski er það bara að takast hjá Trump og félögum bara að berja þetta niður, að þú bara verið hent út úr landi eða í háskólanum, eða þú bara að skrúa fyrir fjárveitingarna til háskólans og náttúrulega hippanum var líka mætt af gríðalegri hörku. Ég meina Ronald Reagan sigaði þjóðvarliðin og hippana í San Francisco, þannig kannski eru við bara upplega nákvæmlega það sama sem er. Já, það getur verið, en maður sér líka að fólk er rætt við að tjá sig. Ég get nú verið alveg bara, ég er ofta að segja alls konar á samfélagsmiðlunum eitthvað, Bandaríkjamenn eru stríðsglæpa menn og Ísraelar eru hryðjuverka ríki og eitthvað svona. Já, maðurinn minn er búin að segja fyrir mér, vala mín, viltu ekki aðeins þú veist að þú getur ekki ferðast til Bandaríkjana og svo sér maður að það er fullt af fólki, finnst mér, sem bara heldur að sér höndum, sem að tjáu sig ekki. En gerir það á kaffistofunum, en vill ekki segja opinberlega. Það er allt lesið. Já, við náttúrulega lifum í þannig heimi og við sjáum það núna. Það er bara, ég meina bara Orwell, við lifum bara í einhverju, við lifum á mjög skrýtnum tímum. Sem er snúið við strax á Keflavíkurflugvelli, þegar ég ætla að fljúga vestur haf. Já. Já. Það er nokkuð víst. En annað varðandi svona mótmæli. Það var frétt að Rósa Guðbjartsdóttir var að kvarta yfir Möggustínu. Já, Hún var gargandi á 17. júní og veifandi palestíska fánunum. Þetta væri bara óviðeigandi. Og Möggustína var nú svarinni núna. Hvað finnst ykkur þetta? Það er oft svona þegar það er mótmælt að þetta er ekki rétti tími, þetta er ekki rétti tónni. Það er aldrei rétti tími til að mótmæla. Ég meina viðbrögð stjórnvalda hafa bara verið þannig, en ég meina þetta fólk er bara kallað skríll. Ég meina ég minni á að formaður utanríkismálanefndar kallaði mótmælendur sem að voru í göngu, þar með tali ég, að við vorum stuðningsmenn barnamorðingja Hamas. Ég meina er þetta ganga lengra í ógeðinu og í orðræðinni? Hver var formaður utanríkismálanefndar? Ætli hún heiti ekki Diljá Mist. En menn hika ekkert vel átt svona til sér og talandi að berja niður svona mótmæli, þetta er náttúrulega alþekkt og það er verið að gera það. Ég vek líka athygli á því það þið hefur kannski tekið eftir því að sveiflunni sem kom með Gretu Thunberg. Hvar er hún í dag? Það er bara, hvar eru þau mótmæli í dag? Það er bara... Er það meina umhverfis? Já, loftslags. Þetta er bara svona, það fjallar enginn þetta. Þetta er bara síðast út. Kannski er það fyrir það að það eru bara mennir í kappi við það og eins og þessu stóru kopparástefnur sem eru orðin bara einhver svona kauphallar rástefnur því miður en það er vandinn meðal annars að þar hittast ekki stærstu þjóðhöfðingjar heims til þess að tala því að þeir eru svo mikið að gera því að vera í stríðum með hvort með annan og meðan tala menn ekki loftslagsmálin eða hver ætlar að borga kolefnissporið að þessu stríðum. Loftslagsmál hafa verið bara felld niður í ástjórnum. Þau eru bara felld niður, bara samhliða þessum hægri öfgum sem við vilja náttúrulega ekki sjá að sér tekja á þessum málum vegna þess að það snertir þá beint iðnaðinn og Vigdís, svo því að ég spurði Valgerði sem sérfræðing í hugmyndasögu, þá ætla ég að spyrja þig sem sérfræðing í leikhúsi. Já. Mótmæli Möggustínu á 17. júní, er það gott svona performance? Mér fannst þetta mjög gott performance. Ég var bara ánægð með þetta en ég sá að að fólki sem er ósamlega sögu og fannst þetta vera niðurlæging fyrir okkar þjóð og þetta hefði verið að reyna að niðurlægja okkur og eitthvað. En er ekki einmitt verið að kalla, ef við erum að halda upp á sjálfstöð okkar, þá verður við að fara með það? Mér finnst þetta vera besti í rauninni vettvangurinn til þess að aðeins að hrista við en það er, ég var ánægð með þetta Gott leikhús. En maður tekið eftir því að Möggustínu hefur einhvern veginn tekist að verða svona þyrnir, hún fer rosalega tauganar á
ég veit ekki, síónistunum allstæðingu þessara mótmæla. Og ég átti mig ekki alveg á því hvað það sko. Það vegna þess að hún náttúrulega söngkona með svona bjarta, fallega, næstu því bernska rödd. Svo birtist hún og gargar svona, að einhvern veginn eins og sé að sko svíkja einhvern eitthvað. Allt í henni kemur sko... Erum við ekki líka að fara út fyrir eitthvað svona kyngerfis svona, já, hérna hugmyndum, bara svona þæga, fallega, ljósarða ég held að því að hún var svo mikið þannig á sviði og hvernig hún söng að þegar hún birtist svo með klútin og garga svona að þetta stuðar bara meira heldur en ef að við myndum gera það. Það er svona væntingar til kvenna náttúrulega, það er ekki að vera... Það hefur aldrei verið mjög vinsælt þegar konur eru með læti eða leiðindi eða hérna erfiðar kröfur eða hvað það nú sko. Þess vegna þessi performance hennar í gegnum þessu mótmæli sé eitthvað bara stórmætlegt. Ég held að verið skrifað þetta sko í kynjafræði. Bara stórkostlegt, en ég held nú samt sko, ég verð nú að segja þess að vera hérna að ég held að langflestir sem að voru á móti þessu sérstaklega á 17. júní að það sé út af því að við Íslendingar við erum alltaf ef að sólin skín eða ef að það er handboltaleikur eða fótboltaleikur eða 17. júní eða eitthvað að þá á að leggja allt á hliðina sko. Þá á bara að vera pása frá öllu sem er leiðilegt og þá á bara að vera gaman og gleði og svona eins og jólin bara. Já. Ég held það sko. Svona ekki vera að blanda einhverjum. Ég held að 99% af fólki sem að ef var ósátt við þetta sé einmitt að mér finnst það svona líklegast sko. Að það hafi verið svona hvað er það að eyðileggja þetta. Og það er líka kannski hættulegt að þú segir hérna síónistar eða eitthvað. Af því að ég held að það sé einmitt ekki málið. Ég held að meiri hluti þeirra sem pirra sig yfir svona mótmælum sé ekki endilega þar, skilur. Ég var að meina að Maggastína einhvern veginn snertir hérna innsta kjarnan sem er á móti þessum mótmælum. Sem er ekki svona þeir sem almennt voru kannski ósattur við þetta að vera 17. júní og eitthvað svona. En það er eitthvað svona innsti kjarniðan inni sem bara sé rautt þegar það sjá Maggastínu. Það er eitthvað á að vera heilagt, eitthvað á að vera svona svolítið ósnertanlegt. Já, og svona hérna, mér finnst allt í lagi að þú mótmælir en ekki trufla mín hátíðarhöld sko. En þú veist, þá er þetta, ég myndi eins og ég segja, eðli mótmæla er þannig að þau eiga að vera óþægileg og vekja athygli og trufla. Þú veist, við höfum allir rétt á því að mótmæla sama hver málstæðurinn er. En það er líka eins og hérna Maggastína sagði í þessum pistli sko, með þessar fréttir bara sem er bara, rigna yfir mann senustu 2 árin hérna. Það sem verið að myrða og svelta. Já, bara viðbjóður að þá hefur maður hefur bara ekki list á einhverju svona helgislepju og kandiflossi sko. Og það er einhver tilfinning sem að, þú veist, þetta er kannski hérna bara, stefið það sem við vorum að tala áðan, en bara, maður upplifir stundum eins og bara, má þetta núna? Getur maður haft gaman meðan að þetta er í gangi? Má ég fara í frí og hérna, má ég, einhvern veginn, má ég hætta að horfa fréttir? Má fara í afmæli og hafa gaman? Maður upplifir stundum svona sektarkennd, sko. Ég man eftir einhverja svona umræðu einmitt þetta. Og þá var einhver sem kom út úr svona hörmungum sem sagði einmitt að jú, þú mátt það. Þú átt að vera glöð. Því að meiri segja frammi fyrir þessum hörmungum þá eigum við að venda sko mennskuna sem við höfum. Og við eigum að geta verið glað og kysst börnir okkar þó svo þessu ykkur hörmungar í gangi. Því við eigum ekki láta hörmungan að brjóta okkur alveg niður. Og það er það sem ég fæ líka þegar ég tala við Palestínumenn og þetta einmitt til að gera mikla áherslu á því að við verðum að geta lifað með reisn og verið manneskjur þrátt fyrir allar hörmungar. Ég finnst alltaf varhugavert að taka svona eina mannesku eins og Maggastínu og gera hana í einhverju svona aðaletri í þessu af því að baráttan er miklu stærri en það en það sem hún vakti hérna réttilega athygli á er sjálfstæðisbaráttan og það sem við erum að halda upp á og við erum bara óvart fyrst til þess að viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Skulum hafa það í huga. Það hefur kannski ekkert gildi, sko. Nei, ekki nema við lítum það bara allir hrókafullt út, sko. Ég meina við getum eitthvað sjálfstæði og svo gerum við ekkert meira en aðri, sko. Mér finnst þetta tákgrænt mikilvægt, sko. Ég verði að segja það. Það verður að fylgja samt eitthvað eftir, sko. Já, en það er eins og með, bara líka eins og þú varst að nefna með svona bara, friðarhreyfingar og mótmæli og svona.
það líka þetta ástand í dag og þessi bara tilfinning fyrir upplausn og það að þessi gildi sem við erum alin uppið og vestræn lýðræðisríki og mannréttindi og allt þetta, alþjóðalög, einhvern veginn, þú veist, þetta á að vera í hávegum haft og þetta svolítið heilegt, sko. Svo upplifum maður að bara, þetta er bara galtómt, þetta er algjörlega innantómt og þá upplifum maður líka eitthvað skonar svona, merkingarleysi eða bara Stóra heildamyndin svo að mann fundu einn mjög vondan samnefnana til þess að sammælast að vera allir á móti og bölva, það var Putin og á meðan mátti færa öll norm til hægri á meðan og ganga yfir allt og alla með hægri öfgum sem hafa svo brotist út í Ísraels með afleiðingum sem ekkert hefur verið tekið á. Þetta er algjörlega merkingarlaus orð sem að stjórnvöld hafa haft uppi hingað til varðandi Ísrael, fara að beita á viðskiptaþvingunum. Ég meina... Það Valgeir, þú myndist að mjög í júní sem var í gerð? Já. Þetta var eiginlega þú ert að vinna við þetta, rannsaka samstöðuna? Já, þetta er svolítið svona mitt svona áhugasvið og sérsvið að skoða svona þá sérstaklegar kvennarhreyfingar og bara félagshreyfingar í svona sögulegu, svona hugmyndasögulegu ljósi og og þetta, það er kvennaár í ár sem ég veist líka bara frábært framtak hjá þessum þetta eru sömu að mestu leyti konur og samtök sem standaði kvennaárinu og skipulögðu kvennaverkfallið fyrir 1,5 ári síðan eða tæpum 2 árum síðan og ég fór á hljómskáleikarinn í gær á kvennavöku svakalega skemmtilegt og einmitt þetta með að halda í gleðina og líka. En þessi kvennasamstaða sem er þvert á stéttir og annað slíkt, maður nú stundum talað svona niður til þess, þetta endaði bara að vera millistéttarfeminismi? Já, þetta getur náttúrulega alveg verið flókið og það eru það hefur verið mikið rætt og skrifað frjálslyndan feminisma, hann hefur svona gengið kapitalismanum og nýfrjálshyggjunni svona svona bara Tamin feminismi, tamin feminismi. Við getum alveg haft konu sem framkvæmdastjóri SFS, þetta við getum haft konu sem forsætisráðherra og biskup, you name it. Ef við fáum bara að halda áfram með kerfið okkar. Já, einmitt. Þannig að en mér finnst eins og til dæmis þessi bara eins og kvennaárið, þessi slagur, þessi baráttumál finnst mér vera að tala stéttir líka, stéttavítina og þetta er áherslu á að meta kvennastörf að virði við dæmigerð karlastörf og endurmat á hefðbundnum kvennastörfum sem er svona helsti náttúrulega helsta skýringin fyrir launamun kynjanna að það er þessi kynskipti vinnumarkaður og ég held að þetta sé breyta sem að bara gangi á allar stéttir og ég held að einmitt að það sé mikilvægt að þó það séu kannski oft og sögulega þá eru það kannski millistéttakonur eða menntakonur sem eru kannski svolítið í svona framvarðasveit í kvennabaráttunni þá árangurinn hefur nást með svona kvennarsamstöðu þvert á stétti. Árangur í baráttu gegn ofbeldinu, launamismunum, þetta en höfum við náð árangri þar gegn ofbeldinu? Þungunarofi, þetta er allt saman sem er svona kvennarsamstaða þvert á stéttir og en einmitt, höfum við ekki náðu miklum árangri, það er alveg verðist það ekki vera. Nei. Stakka konukot núna get ekki allt fullt. Það er auðvitað athvarf fyrir konur sem verða fyrir ofbeldi, maður vildi helst að ofbeldi væri ekki framið en ég meina, hver er lausnin við því? Ég veit það ekki. Við erum náttúrulega að upplifa bakslag líka, það er verið að leyfa sér, það er svona eins og í tengslum líka við þessa anti-Vogue umræðu, það sem að það var bara fyrir nokkrum árum síðan fannst manni að það kannski tengdist líka svona frjálslyndum feminisma að
allir og ammaðar að gáttu sagst vera feministar og kannski var ekki droslega mikið hérna sem að lága baki. En, í tísku, svolítið? Já, svolítið í tísku og eitthvað svona. Það var Snorri Málsson feministi? Já, en svo núna bara svona leifilegt að segja alls konar, bæði svona, þið veitir, rasisma. Má ég spyrja ykkur hérna því að það eru 3 konur hérna. Ef það svona bakslag og þetta barátta sem bæði persónuleg og samfélagsleg og finnið þið fyrir svona bakslagi? Og það ég býst við að þið bara skinnið á okkur köllunum að þú veist hvort að við þolum til þess að hlusta á ykkur eða heyra og það bara þið geta skinnið þetta. Er það þannig að þið upplifið að það er aðeins verra að vera kona núna heldur en fyrir árið sen? Mér finnst það í orðræðu á netinu. Ekki kannski mínu persónulega lífi í samskiptum út í bæ. Þegar þú lest þetta á netinu, þá upplifir þú svona pínlega ógag hvað þér á meðan ég var að lesa þetta, þá verður hvaða ruglu þetta eitthvað svona, kemur eiginlega ekki við, en að því að þú ert kona þá kemur þetta persónulega við. Eða hvað? Það myndi flytja þetta yfir í rasisma, ef ég var í brúnn á litin og var að lesa svona rasisma, þá grefur það undan öryggi mínu. Ég bara veltaði fyrir hvort það virkið þannig á konum. Já, ég meina, mann náttúrulega umhugað þessu staðan bara þannig að það er bakslag. Við erum náttúrulega kannski, getum leyft okkur að segja að við séum í góðri stöðu en á Íslandi eins og þau segja alltaf eitthvað svona þið hafa það svo gott, hérna erum við með forseta og forsætisráðherra og allt þessi upptalningar það þýðir samt ekki, það er rosa mikið ofbeldi gagnvart konum en það er þvílíkt bakslag út í heimi og það kemur okkur bara við getum ekki bara verið glaðara þegar við erum með kosningarétt hérna og punktur eftir því. Það er bara þvílíkt bakslag út í heimi og síðan það líka hérna með orðræðuna á netinu og sérstaklega með ungu kynslóðunar. Hún er svakaleg. Það er svakalegt að skoða kommentin á, þú veist, öllum þessum vídeóm á TikTok og eitthvað og það er bara, þú veist, þetta er bara gífurlegt sko. Og þetta er ekki 1-2 komment, þetta er bara 100 kommenta sem ég sá ekki fyrir árið eða 2 árum, skiljum. Dóttir mín sem er 18 ára, hún segir það við mig. Þetta er miklu verið heldur í haldi. Já, þetta er það. Þetta er það virkilega, sko. Það er svona nánast þess að sé eitthvað svona hatur þarna, sko. Það er kannski ekki eins og nánast og maður auðvitað hræddur við það og hræddur við þá þróun og áhrifin. Þetta gengur svo hratt yfir og þú veist, þar erum við nánast eins og eitt land þegar við erum komin á netið af því að við erum eitthvað svona, en á Íslandi er allt miklu betra. Það er svolítið gamall hugsunarháttur, held ég, sko. Bylgjurnar ganga bara eins og eldrum sinu, þú veist, það er ekki landamærin skipta engu máli. Einmitt. Eða þú veist. Það er ekki svo farið milli mála hvaðan þessar bylgjur koma, sko. Ég meina. Nei, við erum með þetta, nei, akkurat. Það er ákveðnir áhrifavaldar. Að tala eins og eitthvað svona stjórnmálaleg umræða í Ameríku sé hluti af okkar umræðu, sko. Þú veist, þá erum við bara hálfu leyti inn í amerískum heim, sko. En svo ég meina, svo eru bara svona menn eins og Andrew Tate og þeir bræður og fleira sem að, sko ég held að hafi haft miklu meiri áhrif heldur en þeir sem að hafa þá ekki inn í sínum algoritma átt að segja á, til dæmis, og svo afleita áhrif, þú veist, kannski menn undir þeirra áhrifum sem að halda áfram einhverjum boðskap og þú veist ekki eins og þetta er upprunnið þaðan, sko. Þú veist, og þar var líka eitthvað lína dregin, við erum stöð að segja eitthvað svona nýja siðferðslega línur dregnar í sandinn og þegar við vitum að þá bara vitum við ekki eins og hvað svo gamla var lengur, sko. Og svo veltast einhvern veginn sko mjög mótanlegar nýjar kynslóður upp úr þessu og þú veist, bara mótast út frá þú veist, ég veit ekki, nú hljóma ég kannski ógeðslega gömul og eitthvað svona, en ég er skítrædd við þetta. Ég er skítrædd við það sem að börnin okkar hafa aðgangað og unglingar og allt það, sko. Og svolítið fyllt laust. Alveg fyllt laust. Já, alveg fyllt laust. Núna, ég meina það var náttúrulega markvisst, sko, ritskoðun var tekin, einhvern veginn var aftengt markvisst, þú veist, eins og á Facebook og Meta. Mér fannst það alltaf svolítið skrítið að þessi fyrirtæki ættu að vera með einhverja rit, sko. Mér finnst það bara eitthvað. Já, en á sama tíma virkar algoritmi. Hákarlir fyrirtæki verið að stjórna umræðinni hvað er og glerta. Og þetta var það mjög... Það gerir það í okkar þá, eða? Sko, það var náttúrulega alveg að mjög mörgu leyti mjög vafasamt, skilur mig, auðvitað. En á sama tíma þegar þú hleypir þessu
alveg lausu og jafnvel ekkert nema algoritmi að ýta undir það hvað fólk fær að sjá, þá þú veist, virðist því miður eðli mannsins á netinu vera það að við sækjum í átök og við sækjum í deilur og við sækjum í öfga og við sækjum í, þú veist, við klikkum á það. Þá verður það allt í það eina sem næri gegn, sko. Það er náttúrulega kannski enn verra, sko. Ég veit það ekki, ég er ekki sérfræðingur í þessu en... Reynsla okkar á samstöðinu var að við byrjum á að dreifa bara á Facebook og svo fórum við bara eitthvað svona. Svo allt í einu bara, eins og verður bara sett lok. Og við svona náðum eiginlega ekki dreifingu nema kannski svona 15% sem áður var. Og hvað gerist það? Ég held að bara eins og er alltaf, þú veist, það verður alltaf verið að heimta eitthvað svona ritskoðun og hverjir eru það fyrstir sem eru slögt og það eru bara sósíalistar og kommunistar sem að missa málfrelsi fyrst. Já, þú veist að meina meðan að ritskoðun var eitthvað í gangi eða hvað? Já, þú veist, ég veit það ekki. Já, bara eins og alltaf verið að tala hægri og vinstri öfgar, ég hef aldrei náð hverju þessu vinstri öfgar að vilja gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi eða félagslegt húsnæði eða hvað er þessi vinstri öfgar í heiminum, ég bara kannast ekki við það. Nei, ég er sammála. Nei, hvað eru þeir? Þetta er nefnilega svo áhugavert með öfgarna sem að... Þú vafkiðamaður fyrir það ekki, vinstri öfgamaður? Já, væntanlega og líka í náttúruverndinni höfum við líka verið kennd við öfga og þetta er alltaf áhugavert að ræða við þá sem að hafa hæst þessi mál og ég spyr sko af hverju erum við þeirri stöðu sem við erum í dag, af hverju er svona illa komið fyrir náttúrun og loftslaginu, af hverju tölum við veður öfga og annað. Skildi það vera út af því að mannskepnan hafi gengið fram með umtalsverðum öfgum og hverju skildi þá hafa farið þar fremst í flokki, eigum að ræða það í alvörunni, það slöknar yfirleitt af viðmælda þegar að maður fer þangað. Þess að það er, menn eru fljótur að snúa þessu við sko. Ég talaði við hann Kristján Kristjánsson sem er heimspekiprófessor í Birmingham í gær og Vogue, en hann líka sagði mig frá rannsókn sem við vorum að gera og hann var að skrifa grein þetta núna í heimildinni í morgun. Hvernig fólk tekur ákvarðanir en tengir svolítið samfélagsmiðlum. Og það sem hann er að tala að sko, samfélagsmiðlar ýta undir það sem er kallað sko, dökki persónuferlingurinn, svo kallaði, sem er sjálfhverfa, sadismi, siðblinda og machiavellismi. Og hann sagði sko, að samfélagsmiðlarnir eru bara fyrir þá sem eru góðir í þessu. Sko. Það bara ýtir undir sem er náttúrulega sjálfhverfa, sadismi, siðblinda og machiavellismi, ég veit ekki. Það getur verið að við sem að reyna að halda umræði á samfélagsmiðlum, við erum að tala með forseti í Bandaríkjunum sem er afkvæmi ekki raunveruleika sjónvarps, miklu eða frekar samfélagsmiðla. Og ég veit ekki hvort hann sé sjálfhverfur eða sadisti eða siðblindur eða með machiavellíska tendensa, ég veit ekki. Hann er ekki nógu klár til að vera með machiavellíska tendensa, en allt hitt á alveg. Já. Herðu, maðurinn er bara spiltur, það er ekkert það þarf ekkert annað orð yfir hann sko, gjörspiltur. Það var skoðanakönnun sem kom í ljós að Framsókn þurrkast út í Reykjavíkurborg, enginn hiss á því. Framsókn bara er ynga bóta þetta. Nei. Ég held þetta að reynda að koma meira og minna fram áður. En mér varst einn áhugaverð könnun sem var með kosningarannsóknir, þá kemur fram að helmingur kjósenda kusu annað 2024 heldur en 2021. Þannig helmingur kjósenda skiptur flokk, sem er rosalega mikið sko. Maður er gaman að sjá þetta í öðru löndum. Ég held þetta ég myndi trúa að þetta væri bara heimsmynd. Já. En þetta tengist, hefur þetta ekki verið svolítið svona eftir hrun? Það komu náttúrulega fleiri... Já, eitthvað svona, það komu fleiri, það var svo mikil umræðum, fjórflokkin, reyndar það náttúrulega líka gömul orðræða. Einn arfurinn að fjórflokkin dó. Já. En svona, og svo spruttu upp nýjir flokkar og þá verið að tala og flokkar sem var að kenna sig við, sko, nei, við erum bara handan vinstri, hægri, ásins og eitthvað svona. Já, einmitt. Og svo er kannski svona flokkar eins og Framsókn sem maður veit aldrei alveg hvar þau eru. Þau eru það sem þið viljið að við séum. Já, einmitt. En já, kannski er það svolítið svona að fólk eins og hann sagði hann var viðtalið hann Hafstein
á RÚV, einmitt. Og var að segja þetta væri sko að áður fyrr hafi það verið þessi og svo sterkt í sjálfsmynd fólks að vera jafnaðarmaður eða að vera sjálfstæðismaður eða eitthvað svoleiðis. En að fólk sé núna, þetta er svolítið áhugavert sko. Og kannski tengist þetta einhverju svona þreytu á, já, eða einhverju svona hugmynd það að við gætum stundapólitík sem er handan og vinstra hægri, sem ég held reyndar ekki, en já, ég veit ekki. Þessar sveiflur, sko, ég reyndi ekki að taka upp hanska fyrir Framsóknarflokkinn, það var nú eiginlega mitt síðasta, en það er nú þó þannig að Framsókn hefur sko sótt sitt fylgi út á landsbyggðina í gegnum tíðina, hvað mest. Og í sveitarstjórnum við erum að sé hvernig þeir hafa farið hérna gegnum borgina, Framsókn og flugvallavinir og eitthvað slíkt, þannig að þeir hafa nú tekið dýfurnar, heldur betur. En þetta breytist hérna í síðustu kosningar og núna er að koma bara fram óánægju fylgi, Sjálfstæðisflokkurinn er rjúku upp, sýnist manni. Sjálfstæðisflokkurinn er rjúku upp, já, í borginni? Já, var ég að tala í borginni, sko, nú styttist í þær kosningar og nú er alltaf að fara fullt í því, sko. En við sjáum bara, þú veist, hérna, Samfylkingin skora náttúrulega þetta mikið síðast í alþýðskosningum. Þetta er náttúrulega bara óánægju fylgi vegna framistöðu þeirra flokka sem voru við völd á síðasta kjörtímabili. Það var búið að búa til mjög mikla óánægju kringu það samstarf. Sem koma náttúrulega svo sterk inn í Kristrún, sko. Já, þegar vorum hljópundir reglum. Það var svona spenna í kringum nýlega, sko. Já, og bara bara gott fyrir þau, en hlutinni eru fljótur að breytast. Það vitna í það sem að sjálfsmynd fólks sem kjósendur. Sko, mesta breytingin undanfari held ég að sé ég held að sé ekkert svo langt síðan að það var næstu bara seif að vera sjálfstæðismaður. Það var eiginlega að hafa, veist að vera, ég er ekki pólitískur, ég er bara ekki sjálfstæðisflokkinn, kannistu þetta? Og svona sá ég fermingavislun, þú varst kannski í fermingavislunum VG og þurftir að vera að hlusta ykkur að pota í þig, nei ég segi það. En ef maður var sjálfstæðismaður þá var það bara seif. Ég held að þetta hafi horfið, bara tildulega nýlega, bara í tíð Bjarna Benediktssonar, að núna eru færri sem að gefa sig upp fyrir að vera sjálfstæðismenn. Það var alltaf þannig að Sjálfstæðisflokkurinn mældist með 50% í skoðanakönnunum að það var svo auðvelt að segja að vera sjálfstæðismaður en fekk svo bara 36% í kosningum. Núna er Sjálfstæðisflokkurinn jafnvel fá meira í kosningum heldur en í skoðanakönnunum. Þannig að ég held að þarna hafi orðið mikil breyting og það verið gaman að sjá þessa könnun að taka Sjálfstæðisflokkin sérstaklega út fyrir. Þannig að það getur verið breytingin sé flótti frá Sjálfstæðisflokknum og ég held að sko það byr sem að núverandi ríkisstjórn hefur og til þess vinsældi Kristrúnar og Samfylkingunnar sé að sömuleyti að fólk er alveg ótrúlega guðslifandi fegið að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki við völd. Og svo náttúrulega hefur Kristrún bara mikla byrði og er flott stjórnmálakona og flokkurinn er náttúrulega búin að rýbranda sig að einhverju leyti og það er greinilega bara eitthvað sem að fólk vildi sko óháð því kannski hvað er að gerast í Sjálfstæðisflokknum en svo er þetta ég held að svona deilur og klofningur og alls konar það hafi heldur aldrei mjög góð áhrif út á við sko það er ekki mjög traustvekjandi ég veit það ekki, ég átta mig ekki á því sko ef ég tala sko bara fyrir mig og það fólk sem er í kringum mig, mér finnst fólk svolítið leitandi, mér finnst og þess vegna kannski getur orðið svona mikil umpólun á því hvað fólk kýst 2021 og 2024 ef að þetta er eitthvað svipað bara í landinu að fólk bara finnur sig ekki neinstaðar almennilega nema greinilega nokkuð margir núna hjá Samfylkingunni sko en mér finnst bara sko eins og bara fólk í kringum mig og á mínum aldri mér finnst það ekki skilgreina sig sem flokksmann neinstaðar og ef það gerir það þá er það svolítið sérstakt eða þú veist það er alveg svona ok það sem er virkilega vont við þetta er það auðvitað erum við með eðlilegt að Sjálfstæðisflokkurinn hafi hrunið svona ég meina við erum með 3-4 hægri flokka í gangi og auk þess fer Samfylkingin verulega mikið til hægri í sinni stefnu talandi að ég meina hún tekur meira minna öll mál upp og er að keyra á þau sem að ráðherra Sjálfstæðisflokksins voru með á sínum höndum og þau meira sér státa sig af því þannig að hérna hún er alltaf losaralegið sem miðja sko en hún er augljóslega eins og hún er núna er hún tölvöld mikið meira til hægri heldur en vinstri.
Með það eitt sem að mætti að við huga að sko, fólk ekki endilega að velja þessa flokka sko, því að þeir eru það sem að þau myndu helst vilja. Þetta er fólk að sjá þetta fyrir sér að þú ert í ekki sérlega góðu gistiheimili út á landi og vaknar svolítið seint og kemur seint niður í morgumat og það er svolítið skorpið millubrauð þarna og osturinn er orðið svolítið gulur og það er gamall havragrautur í skálinni þarna og eplin er orðið svolítið brún að þú er bara svöng og songur og verður að fá þér eitthvað. En það er ekki þar með sagt að millubrauðið með skorpna osturinn séu það sem elst eða kostið þar. Ég held að valkostir í pólitík séu svona. Ég held að margir upplifið það í það minnsta. Og það útskýra einhver leiti óvissuna, flakkið. Þú veist, þú pröfa þetta, þú fílaði það ekki, þú pröfa svo þetta, fílaði það heldur ekki, já, einmitt og svo einhvern veginn, þú veist, og þessuna... Það er ekki bara best að borða kaldan havragrauð. Já, þú veist, það er nefnilega málið, sko. Já, það getur verið. Helgi Magnús Gunnarsson, hann verður í 10 ár á launum. Já, einmitt. Já, þetta eru dýrar atvinnuleysisbætur. Aldeilis. En ég meina þetta er svakar verður. Og lokaorð. Það er eitthvað að meira. En hann fær þetta fyrir að tala illa innflytjendur, ekki? Já, það er svolítið kaltanislegt, það ekki? Og svo er fólk að tala einmitt eins og þú segir, að innflytjendur og hælisleitendur sé að hafa eitthvað á kerfinu okkar. Þetta er nú alveg. Það er einhver íróni að hana, það er eitthvað leikhús, það er eitthvað skaldlegt að það, sko. Ég er helst að hann hafi gengið eitthvað lengra líka annars það, sko, sem að gera þetta verk. En nú ætlum ég ekki að vera með getgáttur. En þetta er samt athyglisvert. Hann er æviráðinn. Hann er æviráðinn hérna. Og það er náttúrulega kannski líka tilefni til þess að ræða æviráðin. Já, hvað er það? Er það ekki? Þú veist, það er svona mér stæla stóra máli í þessu öllu saman. Gerist, eða sko, er þetta bara hægt? Þetta er bara hægt. Það væri svakalegt. Getum við fengið þetta? En af hverju það mótið því? Var ekki eðlilegt að vera bara allir æviráðinir? Nei, mér finnst þetta ótrúlega sérmyndilegt. Það sé ekki nefnum gott. Ótrúlegt að fólk geti bara treyst á það og hafa þessu svo bara eftir því. Verður þú ekki til að vera æviráðin í borgarleikhúsinu? Ég væri náttúrulega rosalega til í það. Það væri bara ótrúlega ósanngjarnt, sko, og sérkennilegt. Ef þú stendur í vel að þá endar þessi prófessor og þá ertu raunverulega æviráðin. Þú þarf að gera eitthvað stórkostlegt að þér til þess að... Já, ég reyndar að byrja í niðri vinnu eftir 6 vikur. Þá fyrir ég að vinna í Háskólanum á Akureyri sem lektor. En það er svona 5 ára reynslu tími. Þannig að ef ég... Þú ert að sanna þig, sko. Ég þarf að sanna mig, sko. En eftir það, þá held ég, sko, já... Ég held að ég sé nokkuð safe eftir það. Ég stendur þessu fyrstu 5 ár, sko. En, já. Prófessorar eiginlega þeir sem ættu vera með svona, mest verndaða málfrelsi. Mér finnst að mættu nú hvetja til þess að nota það meira. Það verður svona öflugur í... Því að til dæmis í verkalýðsbaráttunni kannski verið næstu 100 árum að þá voru oft svona kennarar sem leiddu baráttuna. Það var meðal annars út af því að það var ekki hægt að reka það, sko. Já, er ekki Hannes Holmstedt æviráðinn? Hann er emeritus. Hann er emeritus, já. Auðvitað hljóta að vera eitthvað tilfelli þar sem að þetta er viðeigandi og svona, sko. En svo má kannski einmitt setja spurningamerki við hvort að þetta sé alltaf viðeigandi þar sem þetta á við, sko. Finnst mér. Og bara hvort þetta sé gagnlegt. Bara varðandi starfsþróun, varðandi, sko, hvernig einmitt þú hagaðir. Og sérstaklega að þú sýnir að það er einhver afglöp í starfi og gerir eitthvað, að þá finnst mann alveg eðlilegt að, ég manna alltaf lægi að búa við, og mjög mikilvægt að búa við atvinnuöryggi, náttúrulega, að þurfu ekki alltaf að vera eitthvað undir smásjá og einhvern veginn, eiga hættuna á því að missa vinnuna, en náttúrulega ef eitthvað svona gerist, þá þarf kannski að endurskoða áminning og eitthvað svona, og þá hlýtur að vera hægt að Hæstaréttardómarar eru æviráðnir og svo eru það fullum launum til æviloka, held ég. Ég nefndi þetta nú kannski að því að við erum alltaf að kvarta yfir og kannski ættum við að fara að gera bara kröfur og þú getur sendt bréf og hvernig er lektorsbústaðurinn fyrir norðan. Þannig var það í opinberu starfsmönnum kannski fyrir 100 árum. Já, einmitt. En ertu að flytja norður? Nei, ég verð í fjarvinnu, en ég ætla að fara reglulega norður. Ertu á norðan? Nei, ég er endar bara
Bara Reykvíkingur. Voru Vesturbænum. Það eitt mál hérna í Reykjavík sem að ég hef tekið eftir, ég veit ekki hvað það áberandi. Það verið að mótmæla byggingu í Vesturbugt. Hafið þið fylgst með því? Já, mjög. Það er umhverfismaðurinn. Já, ég meina... Þú vilt ekki fá svona norðu... Nei, við hefum að byggja borg fyrir fólk, ekki fyrir bara fjármunina og þeir sem eru tilbúin að borga mestur lóðuna sína til þess að koma fyrir mestu byggingamagni og því hvernig það lítur út. Þarna akkurat sko í þessu svæði þarf að vera svona mannvænlegt umhverfi og það niðurstaða flestra þeirra sem hafa skoðað þetta út frá fagurfræðinni að þetta bara passar á engan hátt. Hafið þið fylgst með þessu? Nei, ég var á leiðin að kynna mér þetta. Ég ætlaði að skoða hvort þetta væri eitthvað til þess að... Það er ótrúlega óspennandi að sjá þetta. Hvað heitir þarna í Hafnarfirði sem er svona svartar blokkir þar sem bæjarútgerðin var. Þetta er eins og Edition hótelið og þar í kring. Þetta er eins og með fram Heklureiturinn og Orkureiturinn og þetta er alltaf sama húsi sem verið að byggja. Ég get ekki verið bara allt í einu sé bara komið nóg af þessu sko. Alltaf svona mismunandi klæðningar af því að þau læriðu það að mátti ekki vera sami flöturinn sko í 20 metra þannig að nú þetta er alltaf eins og maður sé að inn í einhverju svona hús svona einhverju verslun að skoða mismunandi klæðningar eitthvað svona, hérna kemur smá spýtur og þetta er svolítið leiðigjarnt eitthvað. Já, Egill Sæbjörnsson og fleiri svona ráku upp eitthvað svona heróp eða svona voru að ég biðja að vinsalegast einhvers konar fagurfræði þeirra í huga þegar að kæmi að arkitektúr og að sko ég veit ekki hvort það séu peningar sem verið að spara eða bara hreinlega tími eða bara það sé ekki hugsað út í þetta. Það verið að reyna að tróða eins miklu byggingamagn og mögulegt á lítinn Það heitir að kaupa sér fram fyrir röðan að fá að setja bara nógu mikið byggingamagn til þess að fá sér mest út úr lóðunum með kaupa lóðurnar dýruverði og vilja svo bara fagurfræðin er bara lögð til hliðar og þetta er bara á því svæði þannig að allir þessir gráðugu byggingaverktakar eða þeir sem eru að spila þessu markaði þeir eiga bara að byggja þessi nýju stóru hús bara á þeim svæðum sem að það þola. Þetta er eitt af þeim svæðum sem að þolir ekki svona byggingar. Það er algjörlega á hreinu. Það verður gaman að því að þetta er svona sjálfsprottin hreyfing hérna, það eru nágrannar inni og svo er einmitt myndlista fólk og alls konar fólk. Það er gaman að sjá hvort þau náðu svona árangri. Þeir eru með Páli Jakob Líndal hérna, umhverfissálfræðing sem að stýrir þessu með þeim. Herðu, en eða ekki að bara fara í helgina, það er rigning eða ekki? Jú, ég held að þá ertu svikilt. Það á líka verið eitthvað sól held ég. Á laugardag. Já, ég held það. Kannski er það áskikja. Skiptir það öllu máli hvort það sé sól? Já. Það hefði verið gaman þessa helgi og svo líka annað sem væri gaman að svona agitera fyrir. Akkur höldum við ekki upp á Jónsmessu hérna á Íslandi? Já. Veltu ykkur ekki naktar upp úr dagginni? Já, maður ekki kannski byrja á því. Þú veist, eins og í Svíþjóðan, ég veit ekki alveg með Danmörku. Svíarnir og Finnarnir, þetta er bara stærri en jólin. Já, í Noregi líka sko, þetta er stórt þar og skemmtilegt. Já. Mættum taka þau til fyrirmyndar. Samla því. Kannski er þetta, þú veist, jafndagur, sumarsólstöður og nú fyrir hún að lækka. Það er svo kvíðin. Framöndan er skammtinn. Já, ég fikk að heyra það bara í morgun fyrst, sko. Það var bara, á morgun er stóri dagurinn þar sem allt fyrir niður á við aftur. Og við erum kannski svolítið. Já, það væri frekar vorjafndagur. Já, sem er bjartsýnin. Já, það verður við svolítið svona manísk jáfnvel. Já, en erum við ekki með svolítið manísk á vorin þegar það verður svona svakalega bjart? Jú, full af orku, full af von. Einmitt. Kannski aðeins of. Mér veist að það er líka búið að vera sem að var ekki í minni æsku. Það verður svona bjartar vornætur og logn. Ég get svarið að það var ekki logn, þú veist, ég var áraðin sko 28 ára þegar kom fyrst logn í Reykjavík. Já, er það ekki trén? Hvað er það? Ég veit ekki hvað það er eitthvað breytt. Já, hái byggingan. Líka, ég menna þegar maður talaði fyrir norðan, þá gat snjóað og þá hlóðust bara snjórinn upp á greinarnar. Það snjóaði í logni.
Það gerist aldrei hérna fyrir sunnan. Það sko stórkostlega fallegt. Það gerist bara held ég fyrir 2 árum að ég sá það á Svalarhandri þar sem ég bjó. Það var komið svona hár snjór. Ég hef aldrei séð þér í gang. Já, ég fann að hlakka til að sameina vinnuferðir og skíðaferðir norður. Já. Og það heldur þetta áfram. Gaman að fá okkur hérna. Að spjalla daginn á veginn eins og sagtir. Það var hérna í útvarpinu í kvölda. Gaman að koma. Takk. Vigdís og Valgerður og Andrés og Hafdís. Kæra þakkir. Takk fyrir. Og ég þakka Pétri Fjellsti fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta eða horfa og breyta þessu samtölu okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið byggðuð upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem þið sáuð hér eða heyrðuð og ykkur líkaði. Við getum bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á stóru höfuðborgarsvæðinu. Og það næst alveg upp á sunnanvert Snæfellsnes, langt upp í Borgarfjörð, upp á Litlu kaffistofu og út á Reykjanestá. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, spilar.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar ítalsk útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman, þar eru númer 5 á fjárstýringunni. Kannski að ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhrings 7 daga í viku, allan á þessu samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunnar. Það sem að keyra í samstöðun áfram með sáhluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur, fólk sem að veit að samstöðun skiptir máli í lýðræðslegu samfélagi. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðu.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 sem er að setja sér hlægilegt verð. Það efni sem við búum til hér. Þú mátt borga meira og vilt og þeir sem að kjósa getur láta áskriftin að reyna sér félagskiptin í alþjóðfélagið og það er einmitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er gott í bili hjá okkur. Ég segi bara góða helgi og takk fyrir mig.